Verðbólga hefur aukist umfram allar opinberar spár og mælist nú 5,2%. Stjórnarandstaðan og greinendur á markaði skella skuldinni á ríkisstjórnina. Evrópusambandið hefur sett íranska byltingarvörðina á lista yfir hryðjuverkasamtök og samþykkt viðskiptaþvinganir gegn Íran. Bandaríkjaforseti hótar að ráðast á landið samþykki Íranar ekki kjarnorkusamning. Loðnukvóti verður stór aukin og vertíðin gæti skilað tugmilljörðum í þjóðarbúið. Í Neskaupstað kalla menn loðnuhrogninn gula gullið og gott verð ætti að fást enda markaðir tómir. HS Orka stefnir á að virkja eldvörp á Reykjanesi. Lagðar verða leiðslur frá gömlum borholum að virkjuninni í Svartsengi og orkan beisluð þar. Og mikil spenna fyrir undanúrslitaleik Íslands gegn Danmörku á morgun. Á íslenska barnum á Tenerife búist við að fleiri hundruð komi saman til að horfa á leikinn. Og allir standa upp og þetta bara eins og að vera landsleik. Komið þið sæl. Verðbólga hefur aukist umfram svartsýnustu spár og mælist nú 5,2%. Helstu ástæður eru breytingar á opinberum gjöldum að mati hagfræðings. Verðbólgan eykst nú úr 4,5% í 5,2% og hefur ekki mælst meiri í að verða 1,5 ár. Og nýjasta mælingin, hún er verri en allar opinberar spár gerðu ráð fyrir. Hvað skýrir þessa hækkun? Opinber gjöld skýra þessa hækkun að mestu leyti. Það verður að segjast. Þessi frumvörp sem voru samþykkt núna rétt fyrir áramót og tóku gildi áramótin höfðu þessi áhrif að mestu, já. Hún segir verð á mat og drykk og áfengi hafa hækkað og vísar auk þess í ýmsar gjaldskrárhækkanir. Þyngst vegi þó hækkun á bílum eða 13%. Hefðu stjórnvöld ekki átt að sjá þetta fyrir? Jú, maður myndi halda það og við vörum svolítið við þessu þetta myndi valda því að verðbólga myndi aukast í janúar og það var svo. Og það lítur svolítið út fyrir það að þau hafa ekki alveg reiknað þetta rétt út og hafa ekki hugsað dæmi til enda. Verðbólgan er að aukast umfram okkar spá og spá bara aðra greiningaraðila og þetta er bara mikið ágefni hvað verðbólgan er þrálát og er að aukast umfram þetta. Seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti frá haustinu 2024 og næsta ákvörðun peningastefnunefndar er í næstu viku. Okkur þykir alveg líklegt að hún ræði það að hækka vexti miðað við þessar verðbólgutölur. En líklegasta niðurstaðan er að hún haldi vöxtum óbreyttum og stærsta spurningin er svona hvenær hún geti haldið áfram að lækka vexti á ný. Hvað ætlaðu að gera við þessa vexti? Réttu með sleggju. Er þetta sleggjan hans Bjarna? Já. Við ætlum að nota stóru sleggjuna. Svona ætlum við að negla niður þessa vexti. Skýtur þetta ekki svolítið skokku við? Þið rekið þetta til ákvarðana stjórnvalda en þetta eru sömu stjórnvöldin og settu á oddina að lækka vexti. Jú, þetta er svolítið óheppilegt að verðbólga er núna meiri heldur en þegar þau tóku við. Þau hefðu kannski átt að fara varlega í svona mikla breytingar, kílómetragjaldið, vörugjald á bílum, kolefnisgjald og svo framvegis. Þannig að svona okkar matur þau hefðu átt að fara svona aðeins hægar í sakirnar hvað þetta varðar. Hér sjáum við verðlagsþróun frá hruni ásamt rauðu línunni sem að táknar verðbólgu markmið Seðlabankans 2,5%. Þarna viljum við hafa verðbólguna. Mætti líka þessu við hita sjúklings þar sem að rauða línan er 37 gráður. Verðbólga hjaðnaði hratt fyrstu árin eftir hrun og náði verðbólgu markmiði Seðlabankans eðlilegum hita í nóvember 2010. Síðan tók við svona óstöðuleika tímabil en árin 2013 og fram að heimsfaraldri 2020 þau voru nokkuð góð. En svo syrti í álinn, það skall á heimsfaraldur og verðbólgan jókst að nýju, veikindin tóku sig upp. Þar til í byrjun 2023 þegar verðbólga hjaðnaði aftur og til ársins 2025. Síðustu 2 mælingar hafa svo sýnt að verðbólgan er að aukast og það nokkuð skarpt. Og ef ekki næst að slá á bólguna á næstu mánuðum eru forsendur kjarasamninga mögulega brostnar. Já, þetta er náttúrulega yfir þessu forsendu ákvæði í kjarasamningum. Við erum að búast við að verðbólga hjaðni frá þessum gildum og verði kannski kringum 4% inn í haust þegar þetta forsendu ákvæði gæti virkjast ef verðbólga er yfir 4,7. Það er ekki útlit fyrir það en það má lítið út að bregða. Þannig að það er líka mjög mikið áhugjefni.
Stjórnarandstæðingar á þingi brugðust ókvæða við verðbólgumælingu Hagstofunnar og skelltu skuldinni á stefnu ríkisstjórnarinnar. Í greiningu Hagstofunnar koma ástæðurnar fyrir verðbólguhækkuninni fram og það eru nákvæmlega þær ástæður sem að varað var við hér fyrir áramótin. Það er vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar og afleiðinga, fyrirsjáanlegra afleiðinga þeirra aðgerða. Fólki í landinu er búin að sjá í gegnum þetta á markaðinni líka og afleiðingin er sú að fólki í landinu situr við það að verðbólgan hefur hækkað 5,2% og virðist ætla að hækka áfram á næstu mánuðum. Og það er vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar. Frú forseti, það blasir við að ríkisstjórnin sem ætlaði að nota stóru sleggjuna til að berja niður verðbólgu og vexti er sjálf orðin verðbólguvaldur. Planið fara að kosta heimilin 20 milljarða. Getur hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra sprenglærður hagfræðingur raunverulega sagt að planið sé að virka og ef svo er, þá útskýrt það fyrir okkur hinum sem sjáum hreinlega ekki snilldina í planinu. Daði ríkisstjórnin hefur ítrekað lofað að minnka verðbólguna en í staðinn aukið hana. Er þetta ekki bara fallingun yfir ykkar hagstjórn? Og held ég að þessi framsetning þín sé nú ekki fyllilega í samræmi við raunveruleikann. Þú sýndir raunar hérna rétt áðan yfirliti yfir þróunin og vísitölu neysluverðs. Og hún hefur lækkað en það er eins og líka rétt eins og kom fram í fréttinu og það er mikið áhyggjuefni að hún er verið að hækka aftur. Ég held að sé mjög mikilvægt að halda því til haga að þó að hluti þessar breytingar séu breytingar vegna gjalda sem breytist áramót, að þá breytast gjöldum öll áramót og þessi breyting sem þessar gjaldabreytingar ollu, hún er ekkert mikið úr takti við það sem hefur verið í gegnum tíðina. Það sem við erum hins vegar að sjá og er áhyggjuefni er að undirliggjandi verðbólguþrýstingur er ennþá of mikill og við þurfum að bregðast við því. En er þetta þó ekki ykkur að kenna? Þú talaði á þingi í dag að olíufélögunum væri að kenna. Ég gerði það að vísu ekki. Nú, hvað myndirðu þá með því? Það sem ég var einfaldlega að benda á er að Hagstofan heldur utan hversu stór hluti þessar breytinga er vegna skattabreytinga, gjaldabreytinga og það er í kringum 0,3%, 0,7% eru aðrir liðir. Nei, 0,4% eru aðrir liðir fyrirgefðu. Og ég var bara einfaldlega að benda á það að það sem við erum að sjá þarna er, ég held að sé svona vægast sagt dálítil einföldun að halda því fram að þetta sé vegna þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna þess að meir en helmingurinn af þessu var vegna annara hækkana. Já, eftir stendur samt sem að hluta eða heild að þá er þetta ríkisstjórnin sem að kannski ber ábyrgð á þessari hækkun og verðbólgan stendur í 5,2%. Þið lofuðu að lækkana, hún hefur hækkað og það er nokkuð skart. Hvað ætlaði að gera? Það sem við þurfum að gera er að beita ríkisfjármálunum eins og á að beita ríkisfjármálum til þess að draga úr verðbólguvæntingum, draga úr þrýstingi á verðbólgu sem þýðir það að við þurfum að ná jafnvægi í rekstur ríkisins. Við byrjuðum strax á því verkefni og við tókum við, settum fram fjármálaáætlun í fyrra vor sem gerði ráð fyrir miklum samdrætti á hallarekstri ríkisins og að við næðum jafnvægi í rekstri ríkisins á næsta ári. En það er janúar, hvað ætla að gera núna? Það munum við standa við. Það er það sem við þurfum að standa við. Að ná hallarekstri ríkisins niður, að ríki fara að skila afgangi. Verðbólga er á endanum of margir peningar er alltaf of fáar vörur og vandamálið hefur verið að ríkið hefur ekki sýnt nægilegt aðhald núna undangengin ár. Það hefur verið okkar verkefni að taka við því og snúa því við. Hefðum við mátt stíga stærri skref? Já, það er algjörlega opin spurning en þetta er verkefnið sem að ég hef núna fyrir framan mig og mun sinna á fullu. Vonum að það gangi kannski betur en hagtölur í morgun svona bendur til. Sko það voru ekki bara vondafréttir þetta, það voru líka fréttir af loðnuráðgjöf Hafró, fjórföldun á loðnuráðgjöf, þetta hljóta að vera góða fréttir fyrir þjóðarbúið. Já, þetta eru mjög góða fréttir fyrir þjóðarbúið og það hefur auðvitað verið ákveðið vandamál núna mörg undangengin ár, einfaldlega bara að mæla loðnustofninn. Það eru mikil gleðitíðindi bæði að hún hafi fundist í þessu magni en líka tíðindi sem komi fyrr á árinu nýliðun í loðnustofnum sem að gefa okkur svona góð fyrirheit. Ég veit það, Daði Már, þakka þér kærlega fyrir kominu höfmingi minni tíma. En við ætlum að halda áfram í loðnunni því veiðiráðgjöf Hafró er góða fréttir fyrir sjávarbyggðir þar sem margir vinna við uppsjávarvinnslu, menn tóku því gleði sína í morgun í uppsjávarfrystihúsi einu í Neskaupstað. Hvernig leið ykkur í morgun þegar að fréttin kom frá Hafró þennan loðnukvóta? Já, bara eins og jólin var komin aftur. Það var gríðarlega mikil gleði sem að vakti hérna yfir öllum þegar við fengum út þennan loðnukvóta í dag. Það búið að vera mikil tillökun fyrir þessu en það var rosalega mikil gleði þegar við fengum þessa frétti núna í morgun. Útgerðarmennirnir þeir segja að loðnan sé bara falleg
og þetta líka einstaklega verðmætur fiskur vegna þess að í kvenloðnunni eru hrognin og þau eru eftirsótt hjá matgæðingum víða heim. Við nælum okkur í nokkrar loðnur af færiböndunum og þegar við prófum að kreista kemur hrognasekkurinn út. Við sjáum að hrognafyllingin farin að aukast. Þegar hún orðin næg hægt að fara að frysta loðnuna á Japansmarkað. Loðna hefur ekki veiðst að ráði undanfarnar 2 vertíðir. Gott verð gæti því fengist, enda Japanir farnir að bíða eftir íslenskri hrognaloðnu. Út í Asíu og í Japan þar hún þurrkuð og síðan borða sér snakk eða steikt á pönnu og bara mikill matur. Og þegar líður á vertíðina hefst hrognatíminn. Þegar líður á febrúar og loðnan komin vestur fyrir og komin í Breiðafjörðinn og þá fer að líða hrygningu hjá henni og þá getum við farið að framleiða hrogn og það náttúrulega gullið hjá okkur á Íslandi. Það það sem skilur okkur mestu verðmætum, það eru hrognin. Þetta verður notað í svona rétt eins og kallast masagóm, þar sem sett edik og annað í til þess að gera hrognin aðeins bólnari og þegar fólk hefur borðað sushi þá ekkert ósennilegt að fólk að borða loðnuhrogn frá Íslandi. Það bara rjóminn í þessu öllu saman. Atvinnuvegaráðherra segir aukin loðnukvóta mikla búbót fyrir sjávarútvegsfyrirtæki, sveitarfélög og þjóðarbúið. Þetta eru frábærar fréttir. Þetta eru mikil innspýting í þjóðarbúið en ekki síður þetta mjög velkomin vítamínsprauta í atvinnulífið í þeim sveitarfélögum sem loðnan unnin, Vestmannaeyjar og Austurland, Akranes. Þannig að heilt yfir mjög gleðilegt og ekki síst í ljósi þess að við höfum varla verið með loðnuvertíð síðustu ár. Gerir ykkur í hugulund hversu mikil áhrif þetta hefur á þjóðarbúið? Þetta náttúrulega, það má gera ráð fyrir útflutningsverðmæti einhvers staðar á milli 20-25 milljarða, þannig að þetta hefur náttúrulega mjög mikil áhrif. Þetta alvöru hagvöxtur sem þarna undir, þannig að þetta mjög gleðilegt. Og svo líka þetta mælingar Hafrannsóknastofnunar, það gefa líka ákveðna vísbendingu að við megum líka vænta góðra frétta af loðnuvertíð næsta fiskveiðitímabils. Út í heim, utanríkisráðherrar Evrópusambandsins samþykktu í dag að setja íranska byltingarvörðinn á lista yfir hryðjuverkasamtök. Einnig voru samþykktar viðskiptaþvinganir á innanríkisráðherra Íran og fleiri embættismenn sem verða fyrir eignafrýstingu og banni við vegabréfsáritun til ESB-ríkja. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir þetta löngu tímabært. Orðið hryðjuverkamenn hæfi vel stjórnvöldum sem kæfi mótmæli eigin borgara í blóði. Repression cannot go unanswered. Beyond this, ministers adopted new sanctions on those involved in Iran's war support to Russia and expanded export controls. Ministers were clear that Iran must release all those unjustly detained, including the European Union citizens. Going forward, we must be ready to further increase pressure on the authorities and continue supporting Iran's civil society. Ólafur Ragnarsdóttir, af hverju núna? Þetta bara út af þessum mótmælum í Íran og út af viðbröðunum sem stjórnvöld veittu? Það má segja það að því að hinga til þá hafa ESB-ríki eins og Frakkland, Ítalía og Spánn ekki vilja samþykkja þetta. En eftir þessi mótmæli og þá aðallega viðbröð stjórnvalda við þeim síðustu vikur, þá hefur afstæða þeirra breyst og það sérst orðið staðfest núna að yfir 6.000 mótmælendur voru drepnir og það eru 17.000 dauðsföll til viðbótar til skoðunar eða til rannsóknar og 20.000 voru handtekin. Nú íranski byltingavörðurinn þá komin á lista með samtökum eins og Al-Qaida, ISIS. Hvað fyrirbæri þetta eiginlega, þessi íranski byltingavörður? Þetta svona eins konar sérsveit eða herdeild sem var stofnuð eftir að klerkastjórnin komst til valda 1979 og það eru 200.000 hermenn í þessu apparati og þeir heyra ekki undir íranska herinn, heldur beint undir erkiklerkin sem æðsti valdamaður landsins og þannig þetta eina valdamestu stofnunum landsins og innan byltingavarðarins deild sem kölluð til þegar klerkastjórninni þykir svona helst og mikill óróleiki í samfélaginu eins og í mótmælum síðustu vikur. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði hernaðaraðgerðum í gær ef ekki gengið frá kjarnorkuvopnasamningi við Íran. Hvað frétt af því? Það hefur ekki mikið komið frá þetta í dag en Trump var með ríkisstjórnarfund sem lauk bara núna 6 okkar tíma
og hann var fyrir opnum tjöldum, það fjölmiðlar voru viðstaddir, hann myndist ekki mikið á Íran þar, en í svona framhjálpi þá komið fram svona frekar stór tíðindi tengt innrásarstríði Rússa í Úkraínu. And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, don't waste the call, you're not going to get that. And he did it, and we're very happy that they did it. That's correct. Because on top of everything else, that's not what they need is missiles coming into their towns and cities. Já, nú vonandi fyrir Úkraínumenn að staðið verið við þetta, en Ólöf aftur að Íran, hvernig hafa stjórnvöld þar brugðist við þessu frá Trump? Þau segjast ætla að bregðast af hörku við öllum árásum. Utanríkisráðherrann skrifaði í færslu á X í dag að hann væri með fingurinn á gikknum. Tyrkir hafa búist til að reyna að miðla málum og utanríkisráðherra Írans ætlar að fara þangað á morgun til Ankara og það búist því að það reyni tyrkneskir embættismenn svona aðeins að tala um fyrir íransku stjórnvöldum og svona sannfæraðu að reyna sannfæraðu að koma aðeins til móts við Trump og bandarísk stjórnvöld. Hvað var þar kjarnorku áætlun Írana? Ólöf Ragnarsdóttir, þakka kærlega fyrir þetta. Við ætlum að færa okkur aftur hingað heim. HS Orka stefnir á að virkja borholur í eldvörpum á Reykjanesi. Framkvæmdastjóri segir tækifæri fylgja virku jarðhitasvæði en líka ógnir þar sem eldvörp eru í sama eldstöðvakerfi og Svartsengi og Sundhnúksgígaröðin. Virkjun HS Orku í Svartsengi var nýverið stækkuð og framleiðslugetan aukin þriðjung. Þessu verkefni lauk núna í desember og komin í fullan rekstur. Tókstu vel í allri framkvæmd þrátt fyrir náttúruvona sem hefur verið hér undanfarið. Næst á dagskrá að hefja nýtingu jarðhita úr eldvörpum. Og það hefur verið hérna í skoðun náttúrulega mjög lengi og hola hér á baku okkur frá 1983. Svæðið samþykkt í rammaáætlun sem 50 megawatta svæði. Eldvörp njóta sérstakar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum og eru á skrá yfir náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa. Ekki stendur til að reisa virkjun þar heldur á að leggja leiðslur frá 3 borholum sem þegar eru til staðar að Svartsengi og beisla orkuna þar. Það væri allavega minnsta raskið að það væri lögð safnað hérðan og til Svartsengis. Eldvörp eru tæplega 10 kílómetra löng gígaröð suðvestan við Bláa lónið og Svartsengi. Síðast gaus þar á 13. öld, en eldvörp eru í sama eldstöðakerfi og Svartsengi. Eins og sjáum af gufunni sem stígur upp frá hrauninu mikill hiti kraumandi hér undir yfirborðinu í eldvörpum. Enda kvikuhólf hér undir rétt eins og í Svartsengi. Það eru bæði ógnanir og tækifæri í því að vera svona nálagt jarðhitanum. En við allavega sjáum að svæðið bara sterkt og eldvarpasvæðið mjög sterkt og svo kvikusöfnun sem hefur verið hérna undir gefur hugsanlega bara mikil tækifæri til langra framtíðar og við erum að skoða hagnýtingu þess samfélaginu öllu til hagsbóta. En náttúrulega alltaf ákveðin hætta því að svo kvikva leiti upp á yfirborðið og jafnvel hér. Ekkert óhugsandi í þeim efnum eins og við þekkjum og erfitt að spá fyrir það. Aftur til heim, ásókn í mataraðstoð eykst sífellt í Finnlandi og þar atvinnuleysi mest af öllum ríkjum Evrópusambandsins. Hagfræðingur segir ýmsar ástæður liggja að baki en ríkisstjórnin beri að einhverju leyti ábyrgð. Huomenta jako alkaa. Röðin löng þennan morguninn í Helsinki. Joka jakokerta, kun jalkaudutaan, niin nähdään uusia kasvoja. Eli kyllä se kertoo sitä kieltä, että uusilla ihmisillä on tarve tulla hakemaan ruoka-apua. Tämä hallituksen leikkaukset on tehnyt sen, että täällä käy ihan kunnon ihmisiä. Hlutfall skulda vergri landsframleiðslu nálgast 90% og af ríkjum ESB atvinnuleysi mest í Finnlandi. Ef lítum á Norðurlöndin, tölur frá nóvember 2025, þá atvinnuleysi mest í Finnlandi 10,6%. Næst mest í Svíþjóð 9,1%, svo kemur Danmörk með 6,1%, Ísland 4,6% og Noregur 4,5%. Hægri stjórnin sem tók við í Finnlandi 2023 lofaði að skera niður og það hefur hún gert. Fólk heldur að sér höndum eyðir minna og það hefur áhrif á hagkerfið. Ihmiset ei uskalla ostaa, kun on totuttu, että aina saadaan vähän voittoa ja nyt kun sitä ei saa. Hagfræðingur segir ýmsar ástæður fyrir því að blikur sé á lofti.
Fall Nokia, innrásarstríð Rússa och að erfitt sé að bregðast við efnahagssveiflum sökum evrunar. Finland är ju idag världens tredje äldsta land efter Japan och Italien. När man följer debatten i Sverige får man ju intrycket att invandring det är bara ett problem, det är bara gängkriminalitet. Och det bortser nog från det faktum att jag tror åtminstone att den svenska ekonomin och svenska samhället har gynnats av invandringen. Að auki sé skortur á nýsköpun, hagkerfið stóli á gamlar rótgrónar atvinnugreinar. Här får man väl säga att regeringen har ett visst ansvar för man har under flera år har man hållit på med domedagspredikor om att hur Finland är ett katastrofalt läge. Ísland mætir Danmörku í undanúrslitum á Evrópumótinu í handbolta annað kvöld. Færri komast á leikinn en vilja því miður en þeim mun fleiri stefna á að horfa á leikinn í sjónvarpinu. Stór hópur Íslendinga hefur mætt á völlin til að styðja landslið til dáða en óvíst hversu margir verða á leiknum á morgun þar sem handknattleikssambandinu gekk erfiðlega að útvega miða á leikinn. Útlit fyrir að einungis nokkur hundruð Íslendingar verði í 15.000 manna stúkunni. HSÍ hvetur fólk til að safnast saman og horfa á leikinn heima fyrir. Þar sem leikurinn á kvöldmatartíma má búast við að margir fái heimsendan mat til að missa nú ekki af neinu. Strax þegar úrslitin lágu fyrir þá var sett í gang að auka mönnun og vinnslan okkar sett í gang að bæta í framleiðslu og þannig já, það er gert ráð fyrir að sé mikið að gera á morgun. Aftur á móti hætt við að viðskiptin detti niður leið og leikurinn byrjar. Það er eins og þegar Eurovision þá svipað, það er mikið að gera áður en að keppni byrjar, síðan allir sestir. Þegar við vorum í undanúrslitum á Ólympíuleikunum 2008, þá fór alltaf hliðina og brjála að gera. En núna þið undir þetta búin? Klárlega, og á öllu vígstöðum allir klárir fyrir átökin á morgun. En hvað gera þeir sem voru búinir að plana annað þetta föstudagskvöld, eins og til dæmis að fara á Þorrablót? Við erum bara búin að breyta handboltasalnum í skemmtistað og erum hérna með 2 risaskjái þar sem leikurinn fer fram. Þannig að við erum svona aðlaga dagskrána að leiknum, af því að það er mikill áhugi fyrir leiknum og við höfum bara séð það síðan þetta kom í ljós, þannig á þessum tíma að við erum bara búin að selja töluvert af miðum. Þessi fólk er bara að koma saman, vera hér í góðum félagskap og horfa á leikinn og njóta bara kvöldsins. Það verður þó víðar en á Íslandi sem fólk kemur saman til að horfa á leikinn, til dæmis á Tenerife. Það hefur verið svona 150 til 200 manns hjá okkur hverju degi sem að leikurinn og fólk á öllum aldri hjá okkur, alveg frá unga börnum og bara upp í bara vel eldri borgara. Það hefur alltaf verið hjá okkur, þjóðsöngurinn og allir standa upp og þetta er bara eins og að vera á landsleik því að við sem getum ekki farið í höllina eða verið á landsleikum, við svona reynum að færa bara hérna. Ég býst við svona 300 manns og við eigum sæti fyrir 200 manns og rest verður bara að standa eða finna. Fólk hefur verið að tína stóla á öðrum stöðum og svona til þess að redda sér sko. Já, maður er bara strax orðinn stressaður. Skulum róa taugarnar niður í Hörpu því þar sitja mörg hundruð manns að spilum á stórmóti Bridgesambands Íslands og það er líka Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður. Já, Anna Lilja, hvernig gengur? Ertu nokkuð orðin ren? Nei, síður en svo. Hér við með öll tromp á hendi eins og allir sem hér eru. En hér framkvæmdastjóri Bridgesambandsins. Matthías, geta allir lært bridge? Já, svo sannarlega. Og þetta akkurat, við viljum líka bara að allir geti spilað. Það á að vera skemmtilegt, á að vera gaman og bara allir velkomnir við bridge. En í þessu sal sem þétt setin, hverjir eru hér? Við erum með spilara allstaðar á heiminum, við erum náttúrulega með flesta frá Íslandi, en við erum með spilara sem eru á Indlandi, frá Bandaríkjunum, frá Bretlandi, Úkraínu, Ítalíu, Portugal, svoleiðis að við erum með bara allstaðar á heiminum. En nýliðin í bridge, ungt fólk að bætast í hóp bridge-spilara? Já, við höfum verið að kenna bridge í framhaldsskólum og það eru krakkar að læra. Við myndum síðan vilja sjá kannski fleiri að þeim mæta á mót og slíkt, en það eru margir sem eru að læra. Já, Eva, akkur spilað þú bridge? Það er svo gaman og sérstaklega að fá að vera með makkernum bara og svo getur maður líka alltaf bætt sig og orðið betri í íþróttinni. Alltaf hægt að bæta sig, vera betri í íþróttinni og eins og Matthías sagði, þeir allir geta lært þetta. Nú skulum við sjá hvort að hann hafði lög að mæla.
Já, var þetta ekki slagur. En þá skulum við líta á hvað verður í Kastljósi í kvöld. Í Kastljósi í kvöld tölum við þyngdarstjórnunarlyf. Eru þau töfralausn fyrir ofþunga þjóð? Fyrir rétt rúmum 6 árum síðan lenti Alma Sóley Önnudóttir í snjóflóði á Flateyri. Já, ég held í rauninni að það sé auðveldara að lenda í svona áfalli heldur en að vera aðstandandi. Svo fáum við líka 5 skotheld fjármálaráð. Það númer 1, 2 og 3 að þú verður að skilja hvað að gerast. Mismikið Kastljósi, en kyngjum þó að veðrið. Helgarveðrið lítur nefnilega ágætlega út fyrir landið í heild og á laugardag verður víða stillt og bjart veður. En bæta muni vind á sunnudag með úrkomu á köflum sunnan og vestanlands. En ekki að sjá neinar markverðar breytingar á hitafari. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir. Íslenska karlalandsliðið handbolta leikur stórleik við Dani í undanúrslitum EM annað kvöld. Svo við erum búin að gera einu sinni mótinu og ætlum okkur að gera aftur að taka heima þjóðana og bara þetta er ekkert einhver gimmisindi. Undanúrslitin eru þegar orðin söguleg því aldrei fyrr hefur það gerst að 3 þjálfarar frá sömu þjóð stýri liðum til undanúrslita. Loks förum við yfir allt það helsta úr loka umferð deildarkeppni meistaradeildar Evrópu. Missið ekki á íþróttum hér eftir fréttir. Rauðum það upp helstu fréttir. Verðbólga hefur aukist umfram allar opinberar spár og mælist nú 5,2%. Stjórnarandstaðan og greinendur á markaði skella skuldinni á ríkisstjórnina. Evrópusambandið hefur sett íranska byltingavörðin á lista yfir hryðjuverkasamtök og samþykkt viðskiptaþvinganir gegn Íran. Bandaríkjaforseti hótar að ráðast á landið, samþykki Íranar ekki kjarnorkusamning. Loðnukvóti verður stór aukin og vertíðin gæti skilað 20 milljörðum í þjóðarbúið. Í Neskaupstað kalla menn loðnuhrogninn gula gullið og gott verð ætti að fást, enda markaðir tómir. Og mikil spennaði fyrir undanúrslitaleik Íslands og Danmörku á morgun. Á íslenska barnum á Tenerife búist við að fleiri hundruð komi saman til að horfa á leikinn. Og þá komum að lokum hjá okkur í bili. Við vekjum athygli á að fréttir í sjónvarpi á dagskrá fyrr á morgun vegna leiks Íslands á EM í handbolta. Fréttir hefjast klukkan 18:30, því næst tekur EM-stofan við og leikurinn hefst svo klukkan 19:30. Þangað til þá þökkum við fyrir, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Myndasögur. Stuttir þættir sögur á bakvið áhugaverðar ljósmyndir. Í hverjum þætti fjallað eina ljósmynd og sögu hennar. Ljósmyndarar á framandi slóðum. Fylgst með 5 ljósmyndurum sem hafa tengst samfélögunum sem þeir mynda sterkum tilfinningaböndum síðustu áratugi. Vernd, protection. Liz Nile lögreglufulltrúi sem vaktar fjölskyldu í vitnavernd. Þegar fjölskyldan verður fyrir skotárás á heimili sínu, vakna upp ýmsar spurningar. Þar á meðal hvers vegna samstarfsfélagi Liz sem hún tengist persónulegum böndum var á vettvangi glæpsins.